þetta svona ógeðslega stilling eða er ég alveg svona hvít? Heyrðu, mér sýnist það. Ég er bara svona hvít. Er það ekki partur af þessu að búa hérna á þessum klaka? Heyrðu, ég ákvað í morgun af því að ég talaði það við ykkur í gær að ég fekk sko samdrætti. Það var ógeðslega skrítið semst fyrra dag og byrjaði að fá bara svaka samdrætti á svona 5 til 7 mínútum fresti cirka og verkeflisa af sækið. En já, þú veist, ég er alveg búin að finna fyrir þessu áður að ég fái stundum svona samdrætti en ekki svona reglulega, þannig ég var bara, er ég að fara af stað eða hvað er að gerast? En ég talaði við ljósmóðurinn og hún sagði bara að þetta er líka minn að segja mér að þú veist hvíla mig en ég ætti samt að fylgjast með þessu og ég ætla að gera það. Mér finnst heyrðu. Ég man aldrei hvað ég er að segja þegar ég stoppa en allavega bara leitaði til ykkar. Mér finnst það mjög gott. Það róaði mig ekkert smá mikið að heyra að bara allar sögurnar sem að þið sendu mér. Þannig að ég er alls ekki ein í þessu. Mér leiði smá þessu yfir einu og ég fór náttúrulega fyrst sem ég byrjaði að gera var að googla og maður veit samt alveg að þegar maður fer að googla þá kemur upp alls konar sem maður á kannski ekki að vera að sjá en þetta er einhvern veginn eitthvað svona fyrst sem maður gerir. Ég ætla að byrja að mála mig og ég ætla að svara í leiðinni spurningum frá ykkur. Ég setti inn á Instagram áðan Q&A og þið eru búin að senda mér helling, skemmtilegt, mér ætla að fara yfir núna. Ég er mjög spennt. Mikið tengt meðgöngunni sem er mjög gaman. Dembum okkur nú í fyrstu spurninguna. Er það ekki? Ég ætla að mála mig í leiðinni ef ég má. Ég ætla bara að taka hérna vinsælustu spurninguna núna. Eru þið búin að ákveða nafn? Sko, já, við erum held ég búin að ákveða nafn. Mér er búin að finnst þetta mjög erfitt að velja nafn. Mér finnst bara svolítið erfitt að ákveða nafn á einhverjum sem ég er ekki búin að sjá. En við erum, já, ég held, ég veit ekki hvað ég er að tala svo mikið í kringum þetta, en já, ég held við sem búin að ákveða nafn. Af hverju segi ég held það er af því að okkur langar að fá henni fangið og sjá hana. Vinkona mín, þegar hún var búin að eiga og hún var búin að ákveða nafn, að þá sá hún bara, nei, hann á ekki að heita þetta. Hver veit ef það gerist. En annars þá erum við búin að ákveða held ég. Hvernig veistu hvað þú þarft að kaupa áður en barnið kemur? Það veit ég ekki. Þetta er fyrsta barn og ég veit alveg jafn lítið og allar aðrar sem eru að eignast sitt fyrsta barn. Ég á alveg nokkrar vinkonur sem eru búin að eiga og ég leitaði til þeirra. Ég hitti til dæmis Hrönn og hún gaf mér bara bestu tipsin. Við fórum bara saman og byggum bara til lista yfir allt sem þyrfti og ég var bara svona það var svo mikið sem að mér hefði aldrei dottið í hug. Einhver nefsprauta eða eitthvað. Já, bara alls konar eitthvað tengt brjóstagjöfinni og svo man ég ekki neitt annað. Grísjur? Æjá, ekki hika við að spyrja fólki í kringum ykkur. Ertu búin að plana fæðingarstað? Ég er ekki búin að plana fæðingarstað en ég held að ég endi á því að fara á Landspítalann. Ertu með einhver meðgöngukreif? Já, er allt í einu farin að kreifa melónur og mandarínur. Tómas hljóp út í búð fyrir mig. Gær, já, ég bara dagarnir eru bara eitthvað, þeir renna bara saman eitt, þú veist, ég geti sagt að ég hef gert eitthvað í gær. En ég gerði það kannski fyrir 2 vikum. En já, allavega, hann hljóp út í búð fyrir mig og keypti melónu af því ég var allt í einu bara, oh my god, með einhverju melónu. Kom bara allt í einu og ég át hana með skeið. Brilliant hugmynd hjá Ástu og Agnari að borða svona með skeið. Ertu stressuð fyrir fæðingunni? Ég er ekki komin svo langt. Ég er að horfa á YouTube-myndbönd, svo náttúrulega líka til þættir sem er sýnt bara klofið og ég hef ekki gert það en ég held að það sé svolítið skeri að sjá hversu stórt gatið verður. Það verður eitthvað. En já, nei, ég myndi ekki segja stressuð, en það geti bara vel verið að ég verði stressuð þegar það líður á tíman. Kannski, jú, ég geti kannski sagt að ég verði smá stressuð fyrir aðstæðunum út á COVID. Það er svona sem stressa mig. Fyrir þá í þannig spurningu, það er nokkuð búin að spyrja með því. Nú má ekki hafa maka með alla fæðinguna út af COVID. Er það að valda kvíða yfir meðgönguna? Jú, þetta alveg veldur mig kvíða og mér finnst ótrúlega óþægileg tilhugsun að þurfa kannski að fara upp á spítala og bíða eftir að ég sé komin í virka fæðingu ein og ekki með Tómasi. Mér finnst það ótrúlega óþægilegt. Sko, það helltist allt í einu yfir mig þessar reglur og þessari umræðu sem er núna búið að vera mjög mikið í gangi og váka mér fyrst hún, Telma Guðmunds hugrökk að tjá sig þetta. Mér finnst bara búið að vera frábært einmitt að hún sé að tjá sig og kviknar. Það er bara ógeðslega mikilvægt. Vonandi verða reglurnar aðeins öðruvísi og þetta muni breytast. Fékkstu einhverja morgunógleði í byrjun? Nei, ekki neina. Það er bara mjög misjafnt. Það er bara engin meðganga er eins. Hvernig líður þér og hvernig er að vera ólétt í COVID? Takk
fyrir að spyrja. Mér ekki búið að líða vel síðustu daga. Ég búin að vera eitthvað rosa. Bara í fyrsta lagi þá ég bara búin að vera mjög viðkvæm. Hormónarnir eru miklir og þetta bara eitthvað rússíbani núna. Og ég finna bara að það þarf svo ótrúlega lítið til að koma mér úr jafnvægi. Ég tók það ákvörðun núna að minnka aðeins við mig í vinnunni. Ég er að vinna í fullu starfi og svo ég að taka af mér svo ótrúlega mikið af aukaverkefnum tengd til dæmis samfélagsmiðlum. Það væri bara ómikið álag að allt þetta auka jobb ofan á vinnuna mína, þannig að ég minnka aðeins við mig þar og ætla að hvíla mig. Ég held að það sé líka bara ástæðan fyrir ég að fekk þessa samdrætti og já, auðvitað bara kemur að því að orkan droppar og þá maður bara að hlusta á líkamann og hægja á sér. Það er ekkert mikilvægara en að hlusta á líkamann og nákvæmlega eins og einn sem ég talaði við í gær sagði að það eru allir ótrúlega skilningsríkir í kringum mann en maður sjálfur setur svo mikla pressa á sig sjálfan að vera á fullu og það er ekkert að því að minnka við sig. Myndavélin dó og ég man ekki svona hvað ég var að segja. Fyrir bara næstu spurningu. Hvernig líður þér með að líkaminn sé að breytast? Og mér finnst þetta svo fallegt. Ég skil ekki hvernig líkaminn getur þetta. Ég trúi ekki ennþá ég sé ólétt. Þú veist ég er ennþá þar og það er 2,5 mánuður í barnið sko. Mér finnst manns líkaminn vera magnaður og þetta er ekkert nema fallegt og það er svo ótrúlega fallegt líka bara hvað við erum misjöfn, hvað líkaminn breytist á alls konar vegum. Hvernig líður þér að verða mamma svona ung? Mér finnst það bara frábært að verða ung mamma. Ég hef alltaf hugsað að mér langar að eiga barn svona 25 kannski. Það er ekki eins og lífið stoppið að maður eignast barn. Margir sem hugsa þannig bara, já en þú áttu ekki eftir að gera þetta og mennta þig og... En hvað á maður ekki að geta gert það ef maður komið með lítið gríli? Eins og Elisabeth, systir Tómasar gerði, sem svo geggjað. Þegar hún eignaðist Ölbu, 21 held ég, þegar hún var 3 mánaða þá flytja þau fyrst út. Þannig að það er allt hægt. Andrea Magnús er líka trendnet. Hún talaði það, hún fór á fashion show með, nokkra mánaða gamalt barn. Hvað á maður? Og maður ekki geta gert það þó maður sé komið með barn. Og maður bara loka sig af inni og halda að lífið sé búið. Nei. Það er vitleysa. Hvar færðu allar sætu prjónapeysuna þínar? Ert alltaf í svo juicy peysum? Heyrðu, ég myndi segja að ég fái þessar peysur í H&M eða Gina Tricot eða réttara sagt Númi á Íslandi. Þær eru með Gina Tricot vörurnar á Íslandi. Til dæmis þessi mynd sem var fyrir Q&A eða þannig, hún er rosalegt og heitir heldur Jas merkið. Hún er til. Hlaupið þangað og shoppið peysu. Hvað varstu komin langt þegar þú fattar að væri ólétt? Ég var komin 4 eða 5 vikur cirka. Þannig að ég fattaði það alveg frekar snemma. Og hvernig ég fattaði það var af því að ég var orðin viku of sein. Hvenær komst að því að væri ólétt og hvaða viku sagðirðu fjölskyldu á þínum? Ég kemst að því að ég sé ólétt þarna 13. maí og er þá ekki búin að segja Tómasi fyrir eftir 3 daga. Ég beið 3 heila daga með að segja Tómasi af því að hann var sérst út í Svíþjóð að klára námið sitt og ég var að fara út til hans til þess að klára að flytja draslið okkar heim. En já, ég var komin náttúrulega bara mjög stutt þá og var ekki tilbúin til að segja neinum þá, þannig ég sagði engum úti frá þessu. Svo sagði ég bara öllum þegar ég var komin heim til Íslands. Þess að mér langaði ekki að segja neinum í gegnum síma. Mér langaði ekki að segja mömmu minni í gegnum síma. En ég var miklu lengur út í Svíþjóð heldur en ég ætlaði mér. Ég ætlaði bara að vera þarna stutt en svo endaði ég á að vera þar í 3 vikur eða eitthvað. Þannig að segi fólkinu mínu ekki fyrir en ég komin heim til Íslands og þá var ég komin svona 10 vikur. Herra, núna var minniskortið fullt. Man ekkert hvað ég var að tala með ykkur. En fyrir mín næstu spurningu. Hvernig gengur allt í íbúðinni? Ég er spennt eftir vlogs frá því. Ég líka, ég er ógeðslega spennt fyrir ykkur frá því. Ég er einmitt byrjað að edita fyrsta myndbandið og þetta verður svona sería, þannig að þetta verður mjög skemmtilegt. En hvað þetta búið að vera erfitt. Og taka mjög mikið á. Ekki verið framkvæmdir. Djók, grín. En ég held að allir upplifa smá svona yfirþyrmandi tilfinningar þegar það fer í framkvæmdir og við erum að gera ógeðslega mikið og það er allt á hold út á COVID, IKEA er lokað en þetta er alltaf saman ganga. Ég skal sýna ykkur, ég ætla að gefa ykkur smá sneak peek. Núna, bíðið, kom með mér. Hvenær er planað að flytja inn í ykkar íbúð? Sem fyrst. En eins og sjáið, þá vorum við að mála. Það er ennþá hellingur sem á eftir að gera. En vonandi bara í byrjun desember eða bara fyrir jól. Eða bara áður en þetta barn kemur.
Það verður bara að vera þannig. Hvað eru þín uppáhaldspríset? Ég myndi nú segja bara uppáhaldsprísetin mín væru mín eigin príset. Ég bjó til sjálf príset. Ég get sett inn myndband hér þar sem þið getur hort á bara svona ef þið eru að reyna að læra á Lightroom að þá er þetta mjög svona sniðugt til að byrja að læra á appið þegar það er ekkert auðvelt og það tekur alveg smá tíma. Hvernig tegundi Bose? Bose er Cotton de Tulier. Hann er svo sætur, sakna hans. Hann er í vinnunni með mömmu núna aftur. Þegar hann er ekki heima þá er líf mitt eitthvað svo tómt. Hann er bara búinn að vera besti vinur minn núna seinasta mánuðinn. Fengum hann í alvörunni í dag akkurat fyrir mánuði. Langaði bara að segja að ég elska vídeón þín. Takk fyrir. Ég er að fá mjög falleg skilaboð hérna líka. Ég er ógeðslega þakklát fyrir það. Hvenær kemur næsta myndband? Þetta myndband mun bara líklegast koma inn á morgun, sunnudaginn, ef ég hef tíma til að leita þetta. Já, fyrir ykkur sem ekki vitið, eins og það var einn sem að kommentaði, ég skil það ógeðslega vel af því þegar ég er að fylgjast með mínum uppáhalds á YouTube, ég vil helst fá vídeo á hverjum degi. Ég er alltaf ógeðslega spennt, en af því að ég er ekki með einhvern sem er að vinna fyrir mig sem klippir myndböndum mín, þá þarf ég að klippa þau sjálf og ég er með fullkomnar orðu og ég get ekki sett myndband saman og vera bara eitthvað, já. Þetta er ekki svo easy. Það tekur marga klukkutíma að edita og það er bara að vinna. Mér langaði bara svolítið að koma því fram og segja ykkur frá því að ég vildi óska þess að ég geti postað annan hvern dag eða þriðja hvern dag eða eitthvað. Ég hef bara ekki tíman í það. En já, ég langaði bara að segja það. Hvað finnst þér mottinn hans Tómasar? Hann gerði þetta líka þegar hann var að fara að byrja í prófum í Vesturós. Hann er mjög hjátrúarfullur. Hann ætlaði ekki að taka af sér mottina fyrir hann væri búinn í prófunum. Þegar við förum til Íslands þá átti hann 1 próf eftir. Þess vegna var hann með náttúrulega mottuna ennþá í sótkvíinu þegar við vorum á Íslandi og fór svo út til að taka seinasta prófið sitt og þá rökuðu við mottuna af. Núna er hann komið með nýtt verkefni og það er íbúðin og hann ætlar ekki að raka mottuna af fyrir hann að íbúðin er tilbúin. Hvað finnst mér hana? Ég er búin að venjast þessu. Hann er sætur alveg sama hvernig hann er. Heyrðu, ég ætla að fá mér lunch af því ég er á ógeðslega svöng. Og þá er bara sama sagan og eins og alla aðra daga þá er það ristabrauð með smjöri og osti og banana. Og svo sá ég að mamma keypti hummus, hún keypti pesto, hún keypti jarðarber, grýstjógúrt, þannig ég ætla að fá mér eitthvað alls konar. Hvernig og hvenær ákvaðstu að fá þér hund og af hverju þessi tegund? Sko, ég tók það fram í myndbandinu þegar við fengum Bósa heim. Þá segi ég ykkur frá því að ég er ekki að fá mér en hund, ég á ekki Bósa. Heldur er Bósi bróðir minn. Ég er samt líka hinn mammans. Mamma og pabbi fengu sér Wafa. Við áttum þessu hund þegar við vorum yngri. Hann hét Vaskur. Það var Silky Terrier. Já, okkur langaði bara að fá okkur annan hund. Þannig að hún fór svona að spekulera hvaða tegund. Og hún var svona að spá í Silky Terrier aftur. En ég náttúrulega bara kynnist henni Lunu sem er hundurinn á Sunnu. Og hún er blönduð af Cotton og Havanese. Luna er bara náttúrulega einn frábærasti voppi sem til er. Hún er yndisleg. Og ég sagði bara mömmu bara Cotton eða Havanese. Við fórum bara á biðlista. Þurftum að bíða ég heldur við erum sótt í apríl eða eitthvað. Eða mars hjá þessari konu, þessum ræktanda. Og við fengum Bósa í ágúst. Nei, í september. Hann fæddist í ágúst. Þannig að þetta er alveg tímabil, langt tímabil. Þannig að það þarf að vera þolinmæður. Og þetta er líka ekkert, þetta er ekki þannig að maður eigi bara að hugsa, já, mér langar í hvolp, mér langar ógeðslega mikið í hund núna. Og ætlist svo til þess að maður fá hann strax. Af því að mér finnst þetta alveg vera hluti sem þarf að hugsa vel og vandlega og það er gott að fá hann tíma til að vera bara spenntur og þá er þetta svo ennþá meira, þessi virði þegar hvolpurinn kemur inn á heimili. Þegar hvernig er að ala upp hvolp? Það er ógeðslega gaman og ég er svo ógeðslega glöð að hafa fengið það tækifæri til að hjálpa mömmu með þetta. Af því að þegar við fengum Vask, þessi Silky Terrierinn, þá var hann alveg orðinn frekar gamall. Þannig að það var ekki búið að ala hann rétt upp. Það er bara mjög mikil áhrif og þessi fyrstu mánuður, þessar fyrstu vikur skipta ógeðslega miklu máli að kenna vel hundinum á, sérstaklega bara, að kenna hvolpum á umhverfið, að heyra umhverfishljóð, að heyra í bílum, að hitta aðra hunda, að heyra í ryggsugunni, að sjá það við sópum, taka stýrirnar og greiða. Þetta var sem var svo ógeðslega erfitt með Vask, að hann vildi ekki, hann var hræddur, hann var paranoiður, hann vildi ekki að við myndum klippa hann eða greiða honum, glefsa því að hann var bara ógeðslega stressaður, en við vildum bara gera þetta mjög rétt núna. Hann myndi bara læra það frá degi 1 að venjast öllu þessu.
bara 2 systkinin. Já, við erum bara 2. Ég og tvíburabróðir minn. Svo er náttúrulega Bósi. Má ekki gleyma honum, hann er nýr. Glænýr. Hérna kemur ein skemmtileg spurning. Það eru ekki margir Íslendingar á YouTube. Hvernig var þín upplifun þegar þú byrjaðir að pósta? Sko, ég náttúrulega ofhugsaði þetta ekki. Margt sem ég ofhugsaði en ég ofhugsaði þetta alls ekki. Ég og Tómas fórum í flug saman. Ég ákvað bara að taka það upp og ákvað bara að prófa að edita og ákvað svo að prófa að posta því. Og svo sendi ég það á fjölskyldu og vini bara til að leyfa fjölskyldun okkar, Tómasar og vinum að fylgjast með okkur í Svíþjóð. En það var bara fyrst bara ætlað fjölskyldu og vinum að fylgjast með. Það var bara ógeðslega gaman og prófa eitthvað alveg nýtt. Ég hugsaði ekki beint oh my god, það er enginn í Íslandi að gera þetta. Pældi ekki beint í því. En ef ég byggi hér, þá hefði mér örugglega ekki dottið þetta í huga að gera þetta, sko. Því að ég var valla að byrja að horfa á YouTube fyrir en ég flutti til Svíþjóðar af því að þar lærði ég til dæmis mjög mikið sænsku. Ég fylgdist með ótrúlega mikið af skemmtilegum sænskum youtuberum og mér fannst þetta bara ógeðslega skemmtilegt content og að fá að fylgja svona ótrúlega vel með einhverjum í gegnum vídeo. Það er svo persónulegt og bara minningarnar sem maður sé bara vá, ég hugsa oft bara vá, þú veist, gaman fyrir þau að eiga þetta, geta alltaf litið tilbaka. Og það sundir örugglega bara mjög pínlegt að horfa tilbaka á en ég minna þú veist þetta er eitthvað sem er bara partur af lífinu. Ég skil vel að maður ofhugsar af því að við erum alltaf bara mjög lítil þjóð. Þannig verður maður bara að segja við sjálfa sig að mér er alveg sama. Ekki ofhugsa hlutina, ekki taka svo alvarlega, prófa það áfram, prófa að taka upp vídeo ef þið langar að byrja. Ég fæ alveg fullt af skilaboðum frá stelpum sem langar að prófa og ég mæli bara ótrúlega mikið með að prófa þig áfram. Prófa að taka upp vídeo. Þarftu ekki eins og vera að fara að gera eitthvað, bara kósí heima eða eitthvað. Prófa að klippa vídeoið saman. Þarftu ekki eins og að posta því, bara prófa þig áfram. Svo posta þessu bara þegar þú ert tilbúin. Upp á þessu youtubers, það tel ég upp svona skemmtilega. Annars er þetta bara Svíar og ég veit ekki hvort þið skiljið sænsku. Vá, hvað fallega sólsetur. Herru, Sara Stey, Valeria Libovetsky, hún er geggjuð. Ákveðið tekandi fyrirmyndar. Janni Olsson, hún er, já, ég fylgist alveg með henni. Mest ekki geggja því hún núna orðin ólétt aftur að sínu öðru barni, þannig að það er gaman að fylgast með henni. Emi Tas, ég hef ekki hugmynd hvort ég sé að segja nafni hennar rétt. Þá ætla ég bara að segja ykkur frá sænsku ef þið hefðið áhuga. Þá er það Alice Stenlöf, Bianca Ingrosso, Teresa Lindgren, Han by Clara. Jú, ég glemdi hérna áðan, Best Dressed. Hún er geggjuð á YouTube. Fylgist með henni, hún er ógeðslega skemmtileg. Og Maja Nilsson, hún er sænsk. Síðan er ég að fylgjast með fullt fleira en ekki eins mikið. Svona sem ég mæli með alltaf. Ég spyr einn, er planið að flytja aftur út? Ég ætla bara að fá að vera mjög hreinskilin og segja ykkur að þú veist, það er ekkert plan. Og sérstaklega ástandið í heiminum þá er bara voða lítið að segja ykkur eitthvað plan. En ég er svona 99% viss að við eigum eftir að fara aftur út. Þannig að við erum ekki komin hingað til Íslands til þess að vera hér. Hérna segir einn, getur þú gert vlog hvað þú ert að kaupa og svo sjúkrahúsatösku þegar kemur að því? Geggjuð hugmynd. Ég skal gera það. Ég skammast mér svo mikið fyrir þessar neglur, sko. Þetta er alveg lost case, sko. Ég ætlaði að fara að bjarga þessu með þessi rautt naglalakk yfir. Mamma sagði þetta er svo sért í litlum skóm. Nei, of stórum skóm. Nú man ekki hvað hún sagði. Hvenær fórstu að finna fyrir spörkum og hreyfingum ef þú hefur fundið? Ég byrjaði að finna fyrir hreyfingum á viku 15 minni mig og svo viku 16 og 17 þá fann Garðar og mamma fyrir barninu. Það er mjög snemmt, sko. Mjög margar eru ekki að finna fyrir hreyfingum fyrir á 20. viku, sko. Þannig að af því að fylgja mínu fyrir aftan og er ofalega þá er það held ég ástæðan af því að hún er ekki fyrir. Það er must have á meðgöngunni. Ég myndi segja koddi minn, meðgöngukoddin sé must af því ég tek hann með mig hvert sem er. Svo myndi ég segja að það væri gott að bera á sig olíu og krem. Núna til dæmis er ég að fá krampa á nóttunni og ég fekk versta krampa minn í nótt. Ég bara stirnaði öll upp, kálfur minn var sérst bara harður út af því að ég fekk bara krampa og ég setti ekki á mig krem í gærkvöldi og ég held að sé það. Þannig að kremi sem ég er að nota heitir hérna Magnesium Sleep og það er það sem er að bjarga mér. Það mæli með því. Er eitthvað sem er búið að koma þér á óvart í meðgöngunni? Ekki beint, en ég myndi alveg segja að það er búið að koma þér á óvart hvað þetta er búið að líða hratt. Og það er náttúrulega bara því að ég er búin að vera mjög upptekinn við einmitt íbúðina og við skemmtilega verkefni og þannig að ég myndi segja að því að ég er búin að vera svona upptekinn og það er búið svo mikið í gangi þess vegna tíma búin að fljúga. Þannig að það er búið að koma þér á óvart af því að mér er svo marg að tala það hvað þetta líður ógeðslega hægt.
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera eða hvað eru þín helstu áhugamál? Ég hef alltaf eftir með að svara þessu. Ég myndi segja að helstu áhugamál mín eru bara að ferðast, verði ég að segja. Þó að ástandið sé, já, svolítið breytt. Ég tíma með fjölskyldu og vinum. Þetta sem ég er að gera núna, þetta er bara mitt hobby. Þetta er bara áhugamálum mitt, YouTube, blogg og er bara orðin svolítið vinna mín líka. Þannig að það er bara ógeðslega gaman að áhugamálum mitt sé að verða að einhvers konar vinnu líka í leiðinni. Drekka kaffi er áhugamálum mitt, ekki dæma mig. Ég má alveg drekka kaffi og þetta er fyrsti bollinn minn í dag og sjáu þið, ég er sko með system á þessu. Ég leyfi mér 1 boll á dag og nú er þessi bolli eiginlega orðinn kaldur. Og hann er ekki nema hálfnaður. Þannig ég leyfi mér alltaf 1 bolla á morgnana og 1 bolla eftir hádegi. Í dag verður örugglega bara hálfur bolli út af því að klukkan er 20 mínútur í 5 og þetta er fyrsti bollinn. En sumar segja að það megi ekki drekka kaffi og það er bara alltaf leið. Já, góð kvöldið. Ég er ekki með Tómas. Við erum að fara í mat til Tómasar. Herru, ég ætla bara að klára að svara örfáum spurningum við bót og svo ætla ég að segja þetta gott. Hvaða föt hefur mest verið að nota á meðgöngunni? Ég myndi 100% mæla með meðgöngubuxunum frá Eimin, votbúðinni. Þær eru geðveikt þægilegar. Ég mun örugglega nota þær þegar ég er ekki ólétt, sko. Ég verð að segja ykkur hvað gerðist við mig daginn. En ég kom sem sagt heim og þú veist, ég var í svona jakka, bara kápu og kíkti svo í speilinn og þá ég var í svona rullukraga peysu og peysan var bara búin að rullast upp hinga og ég fann ekki fyrir því. Ég var að segja Ástu og Tómasi frá þessu og Tómas bara, já, vissir það ekki? Þannig að Tómas sagði mér ekki þessu frá því. Þannig að peysan var bara komin upp fyrir nafla og ég fann ekki þessu fyrir því. Fínt að eiga eitthvað svona aðhalds innan undir allavega þegar kúlan er orðin stærri. Tips. Já, hérna, hvað notarðu til að klippa myndböndin þín og þau eru svo flott og skemmtileg? Takk fyrir. Ég notaði alltaf iMovie til að byrja með. Ég var örugglega í ár að nota iMovie áður en ég færði mér fjárfesti í Final Cut Pro og ég nota Final Cut Pro núna til að edita. En ég mæli hiklaust með að nota iMovie fyrst þegar það er hérna frítt. Final Cut Pro kostar alveg svolítið mikið pening en er 100% þess virði ef að þið dettið inn á annan vagn. Ég ætla að taka hérna seinstu spurninguna í kvöld. Hvað sérðu þig eftir 5 ár? Alltaf finnst mér þetta erfið spurning en ég ætla bara að segja að eftir 5 ár þá verð ég ekki á Íslandi. Herru, þetta voru skemmtilega spurningar. Takk fyrir að gefa ykkur tíma til að senda inn og takk fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa á þetta myndband. Ég mun örugglega kannski gera þetta oftar, henda inn svona Q&A inn á milli. Þið með endilega líka segja mér hvað þið viljið kannski sjá meira af. Ekki gleyma að likea og kommenta ef þú hefur eitthvað fallegt að segja. Svo verður að subscriba og helst að íta á bjölluna. Af því að ef þú ítir á bjölluna þá verður tilkynningu næst þegar ég posta. Herru, takk fyrir að horfa og sjáumst í næsta myndbandi.